Það 4-3 sigur í Kópavogi, bara fyrstu viðbrögð eftir ótrúlega leik. Bara þvílík ánægja að klára þennan leik. Þetta var erfiður leikur og já, við byrjuðum að frábærlega í fyrri hálfleik og svo bara einmitt í seinni erum við bara svolítið slökkt á okkur þegar við komum út og Blikarnir koma vel inn í leikinn og eru bara þjarmað á okkur lengi en við stóðum inn á okkur sem var frábært. Svo segir kannski svona óþarflega spennandi, hvað það sem breytist í hálfleiknum? Hvað sérstakt sem það svona? Þú veist, við ætluðum að koma út og vera bara að halda áfram sama tempói sem við vorum á en einhvern veginn, ég veit ekki, erfitt með að segja, við einhvern veginn bara allir slaka eitthvað aðeins á og Blikarnir bara komast inn í leikinn aftur sem náttúrulega pirrandi. Við vildum halda, forskotinu og skora annað ef eitthvað en þeir gerðu það vel en við náðum að halda þetta út sem betur fer. Við erum að spyrja út í þetta sumar í framtreini, þú náttúrulega fenginn til liðs við félagi í byrjun móts. Varst að búast við þessu frá liðinu? Nei, kannski ekkert, maður veit náttúrulega ekki alveg hverju maður á að búast við en ég vissi alveg að bjó mikið í liðinu árið ég kem og ég vissi svona, mér fannst ég geta bætt einhverju við liðið og mér finnst ég að náða að gera það og einhvern veginn eru allir bara svona að róa í sömu átt og við erum bara búin að vera mjög flottir í sumar og viljum halda því áfram restina af mótinu. Kenny Choppard sem þú ert að spila með henni fram, spilaði nú nokkur tímabil með honum í KR líka, ég verð nú að spyrja út í hann, er þetta besti bolti sem þú hefur séð gamla manni spila? Já, ég held það. Já, klálega. Hann var ekki, hann betri núna enn í KR allavega á þessu tímabili og hann orðinn hundgamall, þannig að hann búinn að vera frábær fyrir okkur í sumar. Gamla félagið ykkar KR, þeir mæta Víkingum 1. september, ætlið að vera í KR-treyjunni, undir peysunni þann dag og Rúnar kannski bara með ykkur? Já, það verður allavega, það verður, ég veit ekki hvað að segja þessu. Það verður bara spennandi þegar úrslitakeppnin byrjar og leikinni fara að telja ennþá meira, þannig að við bara erum mjög spenntir. Það þetta svo sviðsmynd uppi, KR-ingar mæta Víkingum næst, svo þið Víkinga, þannig að við í einhverjum heimi getum við farið inn í þessa úrslitakeppni og þeir eru 2 stigum eftir Víkingunum, en það kannski horfið það bara gamla einn leikur í einu og ekkert efaði? Já, það bara einn leikur í einu en auðvitað viljum við náttúrulega bara halda áfram og reyna að gera eitthvað spennu í þessu og það verður náttúrulega frábært fyrir deildina að verður eitthvað spenna á toppnum hann í lokin. KA í næsta leik, brotnir KA-menn, þið farið væntanlega með kassan út inn í þann leik? Klálega, bara eins og alla leiki, það verður gaman þegar þeir komið í heimsókn eftir viku, cirka.